Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 7. desember. Núna tæp vika liðin frá því að við gengum til kosninga og við fengum forvitnilega niðurstöður upp úr kjörkossunum. Einhverjir halda að pólitíkin leggist í dvala eftir kosningar en auðvitað gerum hún það ekki. Núna fylgjumst við með 3 flokksformönnum reyna að berja saman nýja ríkisstjórn, það er Flokkur fólksins, Viðreisnar og Samfylkingin og við munum fylgjast mjög náið með þeirri þróun allri saman. Við þökkum líka fyrir frábærar móttökur og viðtökur sem við fengum þegar við vorum með eiginlega opinn þátt á Reykjavík Hilton Nordica á sunnudagskvöldi síðasta. 300 manns mættu í sal til að hlusta á Ingu Sæland, Þorgerði Katrínu og fleiri góða gesti fara yfir úrslitin þegar þau voru ennþá glóðvolg. En mér langar til að draga hér upp svona einhverja möguleika varðandi næstu ríkisstjórn verði valkyrjónum 3 að ósk sinni. Ég ætla að varpa upp hér 2 ólíkum myndum sem að byggja á þeirri hugmynd að annarkvort verði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra eða Þorgerður Katrín. Einhverjir halda því fram og ég er nú í hópi þeirra að Þorgerður Katrín hafi dálítið pálmann í höndunum vegna þess að hún geti unnið bæði til hægri og vinstri. En byrjum á að teikna upp mynd af stjórn sem að Kristrún Frostadóttir færi fyrir. Þau tala að fækka ráðuneytum, þannig að við gerum ráð fyrir því að þau verði 11 í stað 12 og í þessari mynd sem við teiknum upp þá er búið að sameina háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneytið við barna- og menntamálaráðuneytið. Það er að segja þau ráðuneytið sem Áslaug Arna og Ásmundur Einar Daðason fara fyrir núna. Verði Kristrún forsætisráðherra, þá má gera ráð fyrir því að Inga Sæland verði fjármála- og efnahagsráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir geti orðið utanríkisráðherra, Sigríður Gunnlaugsdóttir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir yrði dómsmálaráðherra, hún er gamall saksóknari. Guðmundur Ingi Kristinsson, hann myndi mest allra vilja komast í félags- og vinnumarkaðsráðuneytið. Hanna Katrín Friðriksson gæti orðið mennta- og nýsköpunarráðherra. Heilbrigðisráðherrann yrði Alma Möller, enda er það kannski eini kandidatinn inn á þingi sem var teflt beinlínis fram í tiltekið ákveðið ráðuneyti. Innviðaráðherra gæti orðið Arna Lára Jónsdóttir sem er sannarlega nýgræðingur á þingi en bæjarstjóri til margra ára á Ísafirði. Það er ljóst að innviðaskuldin er mikil á Vestfjörðum og það getur verið klókt af Kristrúnu að stilla henni upp í það ágæta ráðuneyti. Sigurjón Þórðarson sem vil stórefla strandveiðar og hefur reynda komið að matvælamálum sem heilbrigðisfulltrúi í Skagafirði árum saman, hann gæti orðið matvælaráðherra. Jón Gnarr, menningar- og viðskiptaráðherra og umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra yrði þá væntanlega hægri hönd og helsti trúnaðarmaður Kristrúnar, Jóhann Páll Jóhannsson. Í þessari stöðu værum við síðan að horfa upp á það að 2 flokkar væru með 4 ráðherra, það er að segja Samfylking og Viðreisn, en Flokkur fólksins yrði með 3 ráðherra og fengi þá væntanlega í sinn hlut forseta þingsins. Ásthildur Lóa Þórsdóttir, hún hefur verið starfandi þingforseti eftir að þetta gekk allt yfir og hefur verið einn af varaforsetum þingsins og það er ekki ólíklegt að hún gæti orðið næsti forseti þjóðþingsins. Í þeirri stöðu þar sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir verður forsætisráðherra, þá má ganga út frá því sem vísu að Kristrún Frostadóttir verði fjármálaráðherra. Hún hefur reyndar oft tjáð sig það að það sé hennar draumaráðuneyti. En Inga Sæland, hún lýsti því yfir á fyrrnefndri samkomu á Reykjavík Hilton Nordica og hún hefði engan áhuga á því að setjast í utanríkisráðuneytið. Þar geti komið öflugur samfylkingarmaður Logi Einarsson sem hefur verið öflugur í alþjóðastarfinu síðustu ár og hefur sýnt mikinn trúnað og trygglyndi við Kristrúnu Frostadóttur. Dómsmálaráðherra yrði þá sennilega Víðir Reynisson sem hefur mikla reynslu af lögreglu- og löggæslumálum, almannavarnamálum, en félags- og vinnumarkaðsráðherra yrði þá fyrrnefnd Inga Sæland. Hún hefur lýst áhuga á því að fara í þetta ráðuneyti. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, hún geti orðið mennta- og nýsköpunarráðherra, Alma Möller aftur heilbrigðisráðherra, innviðaráðherra yrði þá Jóhann Páll Jóhannsson, matvælaráðherra aftur Sigurjón Þórðarson, við sitjum allan peningin á það. Menningar- og viðskiptaráðherra yrði Ragnar Þór Ingólfsson sem er að koma nýr inn á þing úr verkalýðsforystunni og Hanna Katrín Friðriksson yrði þá umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. Þetta er auðvitað skemmtilegur samkvæmisleikur, ef svo má segja. Við vitum ekki nákvæmlega hvernig þetta fer, en þarna gætu leynst einhver sannleikskorn það hvernig málin þróast hér á næstu vikum. Attent er víst að það er mikið kapphlaup innan allra þessara flokka það að koma sér í þessa mikilvægu valdamiklu stóla. En það eru fleiri mál á sjóndeildarhringnum eða við sjóndeildarhringin. Bjarni Benediktsson sem er matvælaráðherra eftir að Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir vék úr ríkisstjórn með fússi og í fússi eins og Stallenna Svandís Svavarsdóttir og Guðmundur Ingi Guðbrandsson. Hann hefur núna gefið út leyfi til hvalveiða, ekki aðeins á Langrey, þetta líka á Hrefnu. Þetta verður þá mikil vertíð væntanlega á nýju ári þar sem að jafnvel 400 dýr getur legið í valnum.
Ákvörðun umdeild, sérstaklega frá sjónarhorni umhverfisverndarsamtaka, grænmetisætur hafa líka tjáð sig þetta. Maður hefur kannski haldið að fólki verið saman hvað aðrir settu ofan í sig, þó maður kynsi sjálfur að borða gras og papriku í öll mál. En þessi ákvörðun, hún liggur fyrir núna, leyfið gefið til 5 ára og það þarf mikið að ganga á til þess að slíkt leyfi sé afturkallað nema það hafi miklar afleiðingar fyrir ríkið og ríkissjóð. Þetta eru mál sem ég ætla að ræða við Karl Gauta Hjaltason, nýkjörinn þingmann Miðflokksins og Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, ráðherra og þingmann Sjálfstæðisflokksins. Við ætlum að fara yfir hvalveiðimálin en við ætlum líka að fara yfir stöðuna á stjórnarheimilinu og hvaða stjórnarmynstur eru möguleg. Áður en að því kemur, fæ ég hingað til mín 3 góða gesti, segi ég. Það eru Valgeir Magnússon, sem er auglýsinga- og markaðssérfræðingur með meiru. Hann ætlar að rýna þessi í kosningabaráttuna að baki. Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi fyrir Vinstri græna. Hann er búinn að sleikja sárin síðustu vikuna, ætlar að ræða þessa ótrúlegu niðurstöðu sem að liggur fyrir, þar sem Vinstri grænir hafa fallið út af þingi. Og svo það Sandra Hlíf Ókares, sem er varaborgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins og hún rýnir í þetta auðvitað með sínum augum og horfir upp á, ekki jafnmikið skell og Vinstri grænir, en þó mestu og verstu útreið sem að Sjálfstæðisflokkurinn hefur fengið í þingkosningum frá því hann var stofnaður 1929. Fylgist þið með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Komið sæl að nýju. Hingað eru komnir 3 afar góði gestir úr dálítið ólíkum áttum, bæði pólitískum áttum og öðrum áttum, ólíkum löndum í sér. Það eru Valgeir Magnússon sem auglýsinga- og markaðsmaður með meiru hjá Pipar TB2FA, ef ég kann að fara rétt með það. Svo það Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi og sagnfræðingur og Sandra Hlíf Ókares, lögfræðingur og varaborgarfulltrúi. Þau koma eins og flestir vita úr mjög andstæðum áttum pólitískt. Velkomin, öll sömul. Takk fyrir. Takk alveg. Það gaman að fá ykkur hér til þess að þetta fyrsti hefðbundni spursmálaþátturinn síðan að kosningunum lauk. Ríkið nú aðeins tekið að setjast, en niðurstaðan auðvitað liggur fyrir. Reynda talningun ekki alveg lokið í suðvestur, það eitthvað óljóst í þeim efnum. Sandra, svo ég byrja þér, hvernig líst þér á þetta? Þinn flokkur reið nú ekki mjög feitum hesti frá kosningunum? Nei, en feitari heldur en marga grunaði að myndi koma upp úr kössunum. Ekki það maður hafi svo sem trúað í flokkurinn alltaf mælist alltaf lægri í skoðanakönnunum heldur en kemur svo í ljós. Mér finnst þetta vera bara ákveðin sigur. Þetta eini flokkurinn sem að situr eða satt í ríkisstjórn sem að fær ekki þó meiri högg en þetta. Hann með 19,4%, hann aldrei mælst lægri, aldrei færri þingmenn bara frá því að sögur hófust. Já. En mér finnst samt líka, við kannski þurfum að horfa á það að við erum ekkert að tala um fjórflokkin lengur. Þú veist, það svolítið einhver svona fortíða þráhyggja í fólki þegar alltaf að tala um að Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið með 40%. Já, það voru 4 flokkar. Það voru 97% þjóðarinnar í þjóðkirkjunni. Já, og minna Samfylkingi var með yfir 30%. Þú veist, við erum bara að horfa á allt annað pólitískt landslag. Þú veist, ákunnuleiti gott, ákunnuleiti slæmt. Við sjáum það líka með svona mörgum flokkum og þá detta niður náttúrulega mörg dauð atkvæði. Ekki það, ég græti ekki þessi atkvæði, ég persónulega, en þetta sú leið sem við höfum valið okkur hérna. Þannig að jú, ég held að þetta sé alveg ásættanleg niðurstöða fyrir flokkin með að við hvernig ríkisstjórnarsamstarfi hefur gengið svona gekk áður en að formaðurinn slítur. Þetta æflína held ég hjá mörgum kjörnu fulltrúum flokksins. Stefán, ykkar ræða, hún dálítið flóknari útfærslu eftir þessa útreið. Hún ekkert flókin, þetta var fullkomlega glatað og það sem maður getur, ég hugga mig við tvennt, sem sagt, annars vegar að þórðagleði getur verið góð leið til þess að svona græða sárin, hlakka þá bara yfir óförum annarra, seltir sameiginlegt skipbrot. Og hins vegar það að ég hef mikinn áhuga á fótbolta og get bara snúið mér að því svona og gefið svona pólitískum spjallþáttum frí nema rétt þegar ég kallaður í þá. Nei, ég meina þetta þetta bara reiðarslag fyrir róttæka vinstrið á Íslandi. Þú veist, þannig að sú staðreynd að því það hefði verið svo auðvelt og þægilegt að segja, það var nú hér vorum við með þetta stjórnarsamstarf eða hérna var nú illa farið með okkur eða ef menn hefðu efnt til kosninga
síðar eða fyrr eða einhvað slíkt, það verður ekkert horft fram hjá því að flokkar á vinstri ásnum, hvort sem þeir voru í stjórn, hvort sem þeir voru í stjórnarandstöðu eða yfirhöfuð ekki inn á þingi, að þeir bara skoruðu allir langt undir sínum væntingum og þá þarf bara að bretta verðmætar. En ég spyr bara í fullri einlægni hvað það var það vegna að segja og tala fyrir sjálf mig í því. Ég trúði því aldrei þó að VG hafi verið að mælast mjög lágt í könnunum áður en stjórnin springur. Aldrei trúðum að því að flokkurinn geti þurrkast út. Vegna þess að það sem var svo ríkt í manni sem var að fylgjast með pólitík svo lengi, að það setti engin spurningamerki við hugtakið fastafylgi. Bara einhver svona lægri þröskuldur sem að flokkur bara gæti ekki farið undir vegna þess að það væru x margir þarna úti í þjóðfélaginu sem að bara kjósa sinn flokk en detta ella dauði niður í kjörklefanum. Við erum að sjá það bara að sú tryggð, hún farin og ég held að hún sé ekki hjá neinum flokki. Ég held að sko, mórallin sé aldrei sá að eiginlega hver einasti stjórnmálaflokkur getur hrunið bara alveg ótrúlega langt niður ef að vitlaust spilast úr hlutunum. Aftur, það samt ekkert mörg ár síðan að Logi Einarsson teymdi Samfylkinguna inn á þing þegar þau voru sko í bráðri fallhættu. Viðreisn var bara steindauð úti fyrir kosningarnar 2017 áður heldur en að hafa farið í sko panikskipti á formanni í miðri kosningabaráttu. Þannig að við sjáum það að hlutir geta vissulega breyst mjög hratt, en ég held að það sé stóri lærdómurinn frá þessum kosningum að það bara getur engin flokkur gengið að neinu fylgi fullkomlega örugg. Það ekki bara jákvæð í raun og veru brýning fyrir pólitíkina? Að einmitt að þú þarft að vinna þér inn fylgi, þetta er ekkert gefins. Þetta er ekkert gefins, mér finnst það bara jákvætt. Það náttúrulega sko þarf að vinna sér fyrir alltaf og eins og það sko spilast ekki í réttu hlutunum. Ég held að það er bara verið vitlaust spilað úr hlutunum, það ekkert spilaðist ekkert, heldur bara þeir sem að stýrðu þessu, það var greinilegt að það hefur veruleg breyting. Þegar Katrín fer, þá fer greinilega miklu meira heldur en bara Katrín. Það fer eitthvað svona nef fyrir því sem að gerast hjá þjóðinni, hvernig þjóðin að hugsa. Það verið að tala eitthvað mál sem að brennur ekkert á fólki. Það alveg greinilegt að allir flokkar sem eru núna á þingi, þetta allt atvinnulífstengjandi flokkar. Og ég ekkert sammálaður sem þú segir að þetta hafi verið reiðarslag fyrir róttæka vinstrið. Þess að flokkur fólksins finnst mér vera róttækur vinstriflokkur, þannig að við bara það færðist bara þangað. Sko. Það Inga Sæland sem drepur hinn á vinstriflokkuna og þá tala ég Pírata, Sósíaldemókrata og VG? Þetta bara, sko, ég held nefnilega að sé einhver misskilningur í gangi að vinstri gangi út á umhverfismál og jafnréttismál. Það eru þvert á flokka á vinstri hægri. Það var engin flokkur sem talaði jafn mikið fyrir róttækum vinstri hlutum eins og flokkur fólksins. Fæði, klæði, húsnæði, bara lágmark 450.000 skattfrjálst. Þetta bara mega róttæk vinstri pólitík. Það finnst mér allavega. Stáður glæpnum af ykkur, Stefán? Sko í fyrsta lagi þá þetta nú ekki, þetta nú bara svona nokkuð kortlega vísindi, hvernig fylgið flæðir á milli. Við sjáum það bara að þeir kjósendur sem að VG var að missa milli kosninga, allavega með að hvernig við gefum sig upp í könnunum, þeir fóru ekkert á flokk fólksins, bara ekki. Hvert fóru þeir? Það merkilega að ég meina, það ákveðin hópur sem að fer í sósíalistana, ákveðin hópur fer í Samfylkinguna, einhverjir voru það nú, það svona flakkar fram og tilbaka, Mólar eru brauð. Bara lygilega margir, allavega samkvæmt 1 eða 2 mælingum sem ég hef séð, að þá var sá flokkur sem græddi mest af fylgi kjósenda VG frá því fyrir 3 árum, það var Viðreisn. Þannig
aftur spurningin, við getum náttúrulega velt fyrir okkur hægri vinstri stimplum. Ég bara ekki sammála þessari greiningu á flokki fólksins sem einhverjum sérstökum róttækum vinstriflokki. Ég held að hann falli fullkomlega að skilgreiningum sem hafa verið á svona populískum flokkum á meginlandinu sem hafa oft verið að fá talsvert mikið fylgi, sem að eiga það sameiginlegt að þeir tala sko allir fyrir því að það þurfa nú að hækka sko eftirlaunin hjá heimafólkinu eru oft með mjög miklar sko útgjaldatillögur, en það að vera með miklar útgjaldatillögur gerir það ekkert að vinstri manni eitt og sér, sérstaklega ef þú ert ekki með sko neitt til að bakka það upp. Það sem finnst ég að pínlítið fyndið er að þessi greining á flokki fólksins sem bara hefðbundnum popúlistaflokki, þetta voru mínir félagar í sko samfylkingunni algjörlega sammála mér fyrir sko örfáum vikum. En núna er snögglega búið að endurskilgreina flokkin sem að í rauninni bara svona sósíaldemokratískan flokk sem talir sjóramál og bara verðum við að góður. En ekki, þau eru líka að boða stórkarlalega breytingar á persónuafsláttarkerfinu. Eftirminnilegt að Inga kom hérna til minni þáttun og sagði að ég ætla bara að hafa hann stiglækkandi eða stigfallandi, þannig að menn sem eru með 1200.000 á mánuði, þeir fái bara engan persónuafslátt. Og ég spurði hvort hún var í alvörun að boða slíkar skattahækkanir og þá var hún algjörlega heiðarleg, eins og hún í þessum viðtölum mér og sagði, já þetta er bara ekki minn markhópur. Hún sagði þetta fólk er aldrei að fara að kjósa mig. En svo finnst mér líka áhugavert að því nú eru þau búin að vera, það var nú ekki margir flokkar sem stigu jafn hart og skýrt fram eins og flokkur fólksins með að þau væru með ófrávíkjanlega kröfu. Þú veist, svo komuðu núna í að við erum náttúrulega mála, mynda, þú veist, þetta er svolítið, kannski sýnir reynsluleysi í pólitík að mála sig ekki algjörlega út í horn í baráttunni. En gera menn þetta ekki alltaf, það er eftirminnilegt með Steingrími og Sigfússon 2009. Kosningum frá því að ég byrjaði að fylgjast með 70 og eitthvað. Það sem þetta er ekki gert. Nei, en að vera svona skýr með að segja að þetta er bara ófrávíkjanlegt. Þú veist, auðvitað koma allir flokka með loforð og eitthvað. En það er dálítið líka einkenni á popúlískum flokkum að vera að segja það er bara mín leið eða engin leið. Ég er bara ekki einu sinni sammála því að menn sé mikið með loforð. Loforð kosningaloforð eru nefnilega orðin mjög fágæt í pólitík. Menn lýsa einhverjum svona markmiðum og reyna kannski bara svona að selja þá ímynd að þeir séu svona aðili sem eigi treysta til þess að finna lausnir og leiða hlutir í jörð. Við höfum ekki séð mikið í bara síðustu 20 árin í pólitík þar sem að flokkar setja fram sko loforða lista sem að sé síðan hægt að tékka við 4 árum síðar. Flokkur fólksins var að þýleiti dálítið bara óvenjulegur með það. Óvenjuskýr. En aftur síðan, hversu realístískt það er þegar við erum í pólitísku umhverfi þar sem að bara 20% fylgi gerir þig að stórveldi og 8 flokkar á þingi, þá getur það alveg bitið menn í rassinn. Ég meina, það er ekkert auðvelt fyrir Ásthildi Lóu sem er núna orðin sko fyrsti þingmaður Suðurkjördæmisins eftir að hafa farið allt kjördæmið og sagt við fátækt fólk í Suðurkjördæmi að það sé að fara að fá 450.000 krónur skatta- og skerðingalaust. Það er ekkert túlkunaratriði eftir á hvað sé 450.000 skatta- og skerðingarlaust. En það er mjög merkilegt líka að hugsa til þess að þetta er ekki nema, þetta eru 6 flokkar sem eru eftir á þingi núna. Já. Þeir hafa ekki verið færri í langan tíma, en samt er enginn með afgerandi forystu. Bara við sitjum uppi núna með í raun og veru, það gæti einhver haldið fram stjórnarkreppu. Já, stemningin er allavega svipuð og bara á sko fyrsta foreldrafundi í grunnskólanum þegar að kennarinn segir jæja, hver ætlar að fara hér í foreldrafélagið og allir bara rýna niður í gólfið. Og við erum með 5 flokka á þingi sem að bara langar ekkert í næstu ríkisstjórn og svo erum við með flokk fólksins sem er eini sem er svona sérstaklega peppaður fyrir hugmyndinni.
En tökum aðeins umræðan aftur á kosningunum. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 19,4%. Formaðurinn hann mælist ekkert með að fjalla. Hann mældist í henni endanlegu skoðanakönnun með 19,4%. Formaðurinn auðvitað mjög laskaður og varaformaðurinn, þó að þeirra kjördæmi komi sterkast út hvað þessa mælingu varðar. Þarf ekki flokkurinn að fara í naflaskoðun? Á hann eitthvað erindi í ríkisstjórn eftir svona útreið? Þurfi ekki flokkar bara að leita inn, að bara gangi í klaustur í 4 ár? Ég bursið frá formann og varaformanni, en ég held bara að flokkurinn, ég bara alveg sammála því að flokkurinn finnst mér persónulega þurfa aðeins að kjarna sig bara í hægrinu. Þú veist, ég bara sagði það alveg aðdragandi á kosninga og núna, þú veist, ég ekki fædd og alin upp í Sjálfstæðisflokknum. Ég gekk í Sjálfstæðisflokkin af því ég trúi á hugmyndafræðina á bakvið flokkinn. Og mér hefur þótt flokkurinn kannski aðeins vilsta braut með það að vera bara hægri flokkur, kannski pínu ennþá okkur neginn, þú veist, einhver skömm eftir hrunið eða eitthvað, en að bara vera bara út með kassan og bara vera bara óhrædd við að standa fyrir þá hugmyndafræði sem flokkurinn boðar. Nú hefur Andrés Magnússon, kollegi minn hér á Mokkanum, haldið fram að brotthvarf Pírata af þinginu eða marki endalok bankahraunsins eða tímabilsins eftir bankahraunsins. Þetta hefur tekið allan þennan tíma. Hvað segir sagnfræðingurinn um þetta? Ég vil frekar að við séum með bara þrátt fyrir hvort sem það skilur okkur meira að minna fylgi en þá bara að fólk viti fyrir hvað flokkurinn stendur. Mér finnst það kannski, og ég ekki það er kannski á við alla flokkana sem voru í síðasta ríkisstjórnarsamstarfi, það var náttúrulega bara svo langt á milli og auðvitað þarf alltaf að gera einhverja málamynda, en hversu langt ertu tilbúin til að ganga að frá þinni stefnu eingöngu til þess að setjast í ráðherrastól? Mér finnst það líka, fólk það líka bara, og allir flokkar, bara svolítið prinsip. Auðvitað þarf alltaf að gefa eitthvað eftir, en hversu mikið ertu tilbúin að gefa eftir? Og ég held að ef þú ert ekki einhvern veginn algjörlega með þitt á hreinu, að þá verði það svolítið erfitt. Hvað segir sagnfræðingurinn um þetta með Píratana? Ég hef sérstaklega áhuga því að fá þetta stimplað og staðfest fyrir hönd Andrésar. Ég meina, það mjög í anda Marx að segja það einmitt, að bara bankahrunið hafi byrjað sem harmleikur og enda sem farsi, þannig að við getum þá sagt það. Nei, ég held að við þurfum kannski ekkert að við þurfum ekkert að blása það og mikið upp og Píratarnir sitja nú til dæmis bara með okkur í borgarstjórn áfram og gera það allavega næsta eina og svo halva árið. Já, þannig að það að gefa út pólitísk dánarvottor, ég held mér ætti að fara bara varlega í það. Þú sest ekki sæti sýslumannsins í þeim efnum? Nei, en ég vil ekki að segja það að maður bara situr og rýnir í tölurnar því að ég meina á endanum þá er það á ábyrgð stjórnmálaflokka, hvort sem þið líkar að betur að vera, að það þarf að mynda ríkisstjórn, þarf að mynda meirihluta. Það gerur ekki nema þú komist upp í 32 með einhverri talningu og helst aðeins meira. Helst aðeins meira og það verður ekki gert nema með einhverju mjög sérkennilegum bólfélögum. Þannig að ég held að sú stjórn sem fór frá að hún mun ekkert, innan skamms mun hún ekkert þykja furðulegri samtíningur heldur en það sem við fáum yfir okkur núna. Ég tala nafnlaskoðun hjá Sjálfstæðisflokknum, VG, þetta gengur í gegnum þrengingar, hremmingar, formannaskipti, í raun tvenn formannaskipti, ef það má líta á það þannig á árinu. Eitt af því sem maður hefur aðeins verið að rýna í það kosningabarátta VG. Ég verð að viðurkenna að mig raki Rógastans oftar en einu sinni, sérstaklega undir útvarpsauglýsingum flokksins, sem að manni virtist eins og að menn væri bara búin að kasta inn hvítahanglaðinu. Valgeir, hvernig greinir þú þá nálgun? Það var allavega hvorki nef fyrir því sem að brann á fólki í markaðssetningunni, né sjálfstraust. Og þetta bara einhvern veginn, það sem gerist ef þú ætlar að búa til stemningu, ætlar að fá fólk með þér, þá verður einhvern veginn að óna mómenti sem þú ert í.
En maður hefði haldið að Svandís væri einmitt manneski það, ég meina, hún mætti hérna til mín bara á full steam, sem maður segir okkur í íslensku. Það var af því dregið í lok þess viðtals og eftir því tekið. Eftir því tekið, já, ég hef ekki jafnað mig síðan. En það eitt að geta mætt í viðtöl, það annað að nota hina miðlana, eins og auglýsingar og kannski svona heildar yfirsýn baráttunnar. Þannig að það hugsanlega kom bara í ljós að hún er mælsk og kannski nær ekki alveg út í hvernig færðu hérna fólk með þér. Hún stendur ekki ein í þessu stegum. Er það þú sem berð ábyrgð á þessu? Nei, það talar enginn við mig nema þú. Það er það sem ég er búin að rekast á í þessu öllu saman. Nei, en svo eru það líka bara annars ég vil gera lítið úr fræðum sessinautamins í þessu að þá er þetta líka bara spurning bara mómentið og stemninguna hverju sinni. Ég meina, tökum til dæmis kosningabaráttu Framsóknarflokksins. Ég sá engan mun á þessari kosningabaráttu Framsóknarflokksins núna eða fyrir 3 árum og Framsóknarmennirnir fóru frekar slakir inn í þessa kosningabaráttu vegna þess að þeir hugsuðu Sigtryggur Magnason kemur bara með eitthvað katsi slagur og hann gerir það alltaf og þetta verður bara fínt. Og bara sama baráttu maður hefur séð ganga hjá Framsókn áður, hún bara gaf ekki neitt. Þannig að þetta snýst ekki bara það að það sé brainstorm fundur með PR-ákjörn með fyllstu virðingu fyrir ykkar mikilvægu stétt. En að halda eitthvað slagorð getur snúið kosningabaráttu, slagorðið einhvern veginn kannski bindur saman eitthvað. En það er alveg sama hvað þú ert með mikið vandræði heima hjá þér. Eitt slagorð mun aldrei bjarga því. Ég spyr út í þessar útvarpsauglýsingar því að maður heyrði þarna, ég held að þetta hafi verið Sunna Valgerðardóttir sem maður las hýri, mýri, settu upp á sig stýri, út er ævintýri og maður sagði, þessi flokkur er að segja að hann á ekki erindi. Hann er að segja það sjálfur við kjósendur, er það ekki? Nei, menn ég man eftir einhver best lukkaðasta útvarpsauglýsingaherferð fyrir svona einar af skárri kosningum míns flokks var þegar það kom þögn. Og allir voru farnir að fikta í útvarpstækinu sínu þegar bara síbyljan stoppaði og svo kom bara ómþýð rödd sem sagði að þessi þögn hefði verið í boði Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs og vakti alveg ótrúlega mikla athygli með litlum tilkostnaði. Það þegar þú ert með kosningabaráttu sem er intensív og fer fram í nóvember. Það var nú reyndar búið að hóta okkur því þegar að kosningabaráttan byrjaði að allt auglýsingapláss væri nú bara hvort þið er uppbókað og við myndum ekki einu sinni fá pólitískar auglýsingar. Kom í ljós að kapitalismin lét ekki snúa á sig í því og fundu bara fleiri mínútur. Það er aldrei uppselt auglýsingapláss. Þannig að og það er alltaf hægt að finna leiðir að markopni sínum. En það er eitt að vera með auglýsingatricks. Þau eru góð. En þú verður að hafa eitthvað substans. Þú verður að hafa eitthvað skilaboð og hugsanlega voru eitthvað skilaboð bak við þess að þögn og rýmuðu við eitthvað annað sem það var að segja á svipuðum tíma. En núna það var það ekki. Það var ekki skilaboðin, þetta er svona. En svo er annað líka sem er í þessu að þú er líka í pólitík bara að því að þú ert að koma að þínum málstað og þínum hugsjónum. Sömu helgi og VG þurrkaðist út hér á Íslandi, þá voru kosningar á Írlandi. Þar sem að græningjaflokkurinn sem hafði setið í ríkisstjórn missir allan einn mann. Bara, þú varst með kosningar þar sem að efnahagsmál, orkuverð og annað slíkt var í meginhlutverki. En þá segir maður líka umhverfis sinnaður flokkur sem er stofnaður utan umhverfismál,
hann hættir því ekkert þó að það sé ekki sko aðal fílingurinn í kosningabaráttu. Sjálfsögðu ekki. En hvernig lætur þessi hluti tengast saman? Það sem brennur á fólkinu og það sem eru mál flokksins. Hvaða auglýsingastofu voru þið að vinna með? Ég hef ekki, mér skilst reyndar sko að auglýsingastofur þoli ekki stjórnmálaflokka þegar kemur að pólitíka því þeir vilja fá ofsalega miklar birtingar fyrir sko engan pening og í staðinn fyrir að þú getur talað við einhvern auglýsingastjóra þá þarftu að tala við einhverja sko 30 amatöra á gólfinu þannig að já, það var þetta, við vorum ekki hjá þér. Ég veist þetta nú Tókst ekki síntalið eða? Nei, ég trúi nú ekki öðru en að það hafi nú verið einhverjir auglýsingamenn sem hafi komið að þessu. Það var að sjálfsögðu auglýsingastofa með þennan flokk eins og held ég alla aðra flokka. Hverju voru með VG? Tvist heita þeir sem voru með VG. Tvist, er það svona stafræn stofa? Það er bara almenn auglýsingastofa. Já. Ég er svo illa að mér. En sko, og ég stóri að sé eitthvað út í þá að sagast með hvernig baráttu þeirra var. Ég held að vaskiliðarnir kenni þeim Þetta er alltaf samspil bara, sko, flokksins og stofunar. Og hversu skýrð þú ert með kontentið upp á hvað þú gefur stofun að vinna með? Fyrir auglýsingastofu að byrja að vinna fyrir stjórnmálaflokk í kosningabaráttu sem ég hef ansi oft gert, að það er bara þannig. Það fyrsta lagi, þá eru frekar litlar eða eiginlega enga tekjur í þessu. Þetta er alveg gríðarlega sko mikill andlugu tollur sem að borgar af því að vinna í þessum málum. Það kemur alltaf sviðskrekkurinn þegar að líður á kosningum og þá fer allt í panik. Þá breytist maður í sálfræðing. Að reyna að sjá til þess að það sé ekki öllum skilabóðunum sem er búið að eyða allri sko hugmyndavinnunni og stefnumótuninni í að sko vinna. Henti ruslið af því að sko ykkur Siggi frændi sko í löngublokkinni var í fermingarveislu af því þetta venjulega vorin og sagði mér finnst þetta ekki bara nógu gott hjá okkur og þá bara byrja panik og þá þarf að sko passa upp á þetta panik verði ekki að því að kosningabaráttan tapist. Ég sé að ég hef kroppað á hann einhverju slæmu sári. Og það kemur líka það sem allir frambjóðendur vilja vera á strætóskíl. Já, af hverju er myndin af mér ekki sko besta myndin. Og maður hefur lent í kosningabaráttum þar sem þetta hefur einmitt allt snúist það hver kemur best út á hópmyndinni. Þannig að fyrir mig persónulega og sko stofuna ein kosningabaráttu árið er alveg nóg þess vegna vorum við bara ekki með í höst. Þú varst nú einmitt prímusmótur hjá Baldri Þórhallssyni í mjög öflugri baráttu hérna í maí síðastliðnum og það er kannski sem að mér langar til að nefna, Stefán, þessi atburðarás á sér öll grunn í því að Katrín Jakobsdóttir, hinn dýrlegi leiðtogi Vinstri grænna og búin að leiða hér ríkisstjórn í 7 ár, langsterkasti stjórnmálamaðurinn á sviðinu, hún tekur ákvörðun að bjóða sig fram til forseta. Tapar þeim kosningum og niðurstaðan er síðan svo að flokkur hennar er horfinn út af þingi. Þannig að hún hlýtur að sjá gríðarlega eftir þessar ákvörðun. Hún gat ekki tekið verið ákvörðun. Þetta spilaðist ekki vel úr þessu og ég held að hún hlyti að viðurkenna það fyrst allra. En hvernig misreiknar svona reyndur stjórnmálamaður með svona öfluga ráðgjafi eins og þig sem svona svakalega? Sko, ég held að það hafi bara verið ég sagði að ég teldi þetta ekki skynsamlegt og ég var mjög efins það að hún ætti vísan sigur í þessum kosningum en ég veit það líka að það var alveg ofboðslegur þrýstingur. Það var fullt af fólki úti í bæ, sko, þú veist, málsmetandi fólki sem úr öllum flokkum. Já, og sem að fólki sem að sem að bara Katrín tekur mjög alvarlega sem að fer og þrýstir á hana. Ég gantaðist með það hér einhvern tímann í þessu setti þarna vorið að þú veist
ég fekk 2 símtöl og þau voru frá drukknu fólki í sama partíinu, en samt svona, þú veist, hérna, var búin að fá símtöl, sko. Þannig að hvað má þá segja ef að hérna, gamli forsætisráðherrar eða einhverjir slíkir eru að ýta á mann. Þorgerður Katrín fór í bara ræðustól Alþingis og lýsti stuðningi við forsetaframboð Katrínar áður heldur en að það kom fram. Hún bara svo lítið reyfur að því hún verða forsetsáður núna í kjölfarið. Þannig að þessi ákvörðun var tekin og ég ætla ekki að reyna að vera með einhvern þann spuna að sitja hérna og segja að þetta hafi nú bara verið helvítið skemmtilegt og hún hafi bara hitt fullt af hressu fólki í þessari kosningabaráttu. Heyrðu, rétt í lokin, af því að tíminn hlaupið frá okkur. Ég að fá atvinnupólitíkusa úr landsmála, eða af landsmálasviðinu hér rétt á eftir. Bara spá, alveg köld spá meirihlutann sem verði myndaðar úr lokum. Hvernig endar þetta? Ég held að það verði, svo maður noti nú nýjasta frasan, borgarlega, bara hægri stjórn. Ég held að það verði... Og hvað það þá? Þá myndi ég segja Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn, Miðflokkur. Og ég spurði Þorgerður Katrín alveg sama hvernig stjórnarministri verði. Ég held að Viðreisn verði alltaf í ríkisstjórn og ég held að Þorgerður Katrín verði næstu forsætisráðherra. Veðbankar segja það allavega. Valgeir? Já, ég held að þetta muni, sko, þessar viðræður munu enda og þá kemur upp viðræður sem að þú ert að spá. Og ég held að það mun ekki heldur ganga, þannig að þetta endi með því að þetta verði sko Samfylking, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur. Risa meirihluti, 40 manns eða ekki? 40 manns og það verði samið að ráðast í alls konar verkefni sem það ráðast í. Evrópumálin verða pínu geymd eða þá að verði í lok tímabilsins verður farið í kosninga þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að þú þarf kannski að bíða með það að geta verið með allan þáttinn það hér. Ég get ekki beðið, ég vona að þetta verður á næsta ári. Þrjú ár. Þannig að ég held að þetta muni einhvern veginn spilast þannig að það verði svona eina sem að mun ganga upp í lokin og Sjálfstæðisflokkurinn þó hann kannski vilji kjarna sig í hægrinu sínu. En hann líka hefur alltaf verið ábyrgur flokkur, þannig að hann mun á endanum sko koma með í þetta og bara vegna ábyrgðar og Þorgerður mun stýra því og vera á milli. Stefán glottir við tönn þegar þú segir að Sjálfstæðisflokkurinn sé ábyrgur flokkur. Stefán, hvern? Maður sem að ég tek mikið mark á, hann uppfullur af því og ég nú ekki alveg sannfærður það að við munum enda með Samfylkingu, Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk og Sigurð Inga sem forsætisráðherra. Þá eins gott að hann detti ekki út í uppbótar endurtalningunni í Suðvestur. Það mjög mikið undir. Hvaða Framsóknarmann varst þú að ræða við? Ég ætla hins vegar að koma með, nei þeir eru svo vandfundnir í dag, allavega í Reykjavík. Þannig að ég ætla að koma með svona nokkra konkrétt en þó svona pínu óljósa spádóma. Í fyrsta lagi að sko eftir 8 vikna stjórnarkreppu, þá eru alls konar mynstur sem þykja fáránlega í dag allt í einu farin að verða valkostur. Þannig við skulum alveg vera með þá á hreinu að Bjarni Benediktsson að fara að halda áramóta ávarpið sem forsætisráðherra starfsstjórnar. Ég ætla líka að halda þið fram að þetta kjörtímabil verði ekki 4 ár og ég ætla að halda þið fram að við munum sjá 2 ólíka ríkisstjórnir þó starfandi á þeim tíma. Þetta hljómar eins og bara besta tónlist í mínum eyrum. Við finnum eins og púkir á fjósbitar í svona þáttum þegar pólitíkin er á þessa lund. Takk fyrir kærlega fyrir að komuna. Sandra Hlíf, Valgeir og Stefán. Takk. Hér eftir örskamma stund þá það Karl Gauti Hjaltason frá Miðflokki og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir frá Sjálfstæðisflokki. Ekki missa þeirri rimmu. Við erum Ice Guys. Þið veitum náttúrulega ekkert hverju við erum. Það ekkert víst að við séum að fara í fangelsi. Guten Morgen, liebe Leute. Hvað gerðirðu við bókin peningin okkar á? Ice Guys 2. Horfðu núna. Við erum bara með notalegar jólagjafir. Kósí heilsuinniskór, gjöf sem verður elskuð og notuð alla daga. Betra bak. Lexus RX. Komdu og reynslagtu RX 450h Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnaleg upplifun. Lexus Kauptúni. Komið sæl að nýju.
Hingað eru komið til mín alþingismennirnir Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Karl Gauti Hjaltason. Áslaug situr fyrir Sjálfstæðisflokkinn og Karl Gauti fyrir Miðflokkinn. Ég kalla þau eiginlega hérna til mín til þess að ræða stjórnarmyndunarmál og möguleikann í þeim efnum. Það er mjög erfitt að fá þá sem að tengjast þeim flokkum sem eru nú í viðræðum til þess að ræða við okkur, eðli má samkvæmt, staðan við viðkvæm. Þá er betra að kalla þá til stöðuna sem eru frjálsir hugsana sinna, akkurat í þetta sinnið. Komið þið sjálfur blessuð. Þú ert nú reyndar í ríkisstjórn en þá starfsstjórninni góðu og hérna það virðist ekkert, þið virðist ekkert vera voðalega spennt fyrir því að halda áfram með ríkisstjórn. Þið hefur bara hallað ykkur aftur og svona gefið öðrum sviðið. Já, við erum alltaf til í að taka þá ábyrgð að setja í ríkisstjórn og við hefum sýnt það, tekið saman við mjög ólíka flokka til þess að ná saman og koma á stöðuleika hér og vinna einhverjum framfaramálum og grundvelli okkar stefnu. Staðan samt að myndast núna kannski að það er rétt að horfa á hvort að það náið saman. Viðreisn að taka afgerandi afstöðu með því að halla sér til vinstri og mynda hér vinstri stjórn sem kemur mér ekki sérstaklega óvart eftir hvernig þau hafa starfað í borginni og hvað þau hafa valið að ljá stuðningi sínum þar. Þannig að þetta sagði maður í kosningunum og kosningabaráttunni en það voru margir sem studdu Viðreisn sem töldu ekki svo að það væri ákveðin hægri bylgja sem þau fundu fyrir og það sem var eitthvað skemmtilegast í þessari kosningabaráttu að finna það hjá ungu fólki til dæmis og ræða pólitíkinu og finna áhugann á stjórnmálunum hjá ungu fólki en ég finn það alveg hvort sem maður horfa á niðurstöðu kosninganna eða bara í baráttunni að það hefði verið hægt og þetta betra fyrir Ísland að mínum mati ef við gætum komið að stjórnarmyndunum viðræðunum og leitt hér borgaralega ríkisstjórn. En þetta val Viðreisnar að halla sér í þess átt. En sem komið en Karl Gauti, það er talað sigurvegara kosningana og þeir sigurvegara sem talað þeir sitja núna á fundum og reyna að mynda meirihluta. Það að tala Viðreisn, Samfylkingu og Flokk fólksins. En það er nú ekki hægt að halda öðru fram en að þið séu líka sigurvegarar. Er þetta slaufunar menninga hvert ykkur að ykkur sé haldið fyrir utan þessa púlíu? Alls ekki. Jú, við erum náttúrulega að fjölga í þingflokknum úr því að vera minnsti þingflokkurinn 2 manna í það að vera 8 manna, þannig að það er fjórföldin í sjálfu sér. Nú, þess stjórnarandstöðuflokkarnir margir hverjir juku vel við sig, en það sem er athyglisverðast kannski við þessa kosningar úrslit þeirra er að kjósendur hafna öfga vinstri flokkunum og þar á ég við sósíalistana, vinstri græna og einnig Pírötum. En ekki Flokkur fólksins líka? Það var nú umræður hérna fyrir þættinum. Það er nú kannski erfiðar að skilgreina þann flokk. En það ekki mjög hörð vinstri stefna sem að þeir boða varðandi 450 krónur skatt- og skerðingarlaust að afnema ekki persónuafslátt af fólk með 1200.000 og hærri laun og annað í þeim dúr. Þetta er mjög hörð vinstri lína. Já, það er alveg rétt að vera, en þeir hafa einnig áherslur í hinn áttina, þannig að það er svona erfitt að staðsetja þá á þessu litrófi sem við erum vöna að staðsetja. Ég ætla að nefna það að þegar við lítum til árangurs þessara vinstriflokka, þessa öfga vinstrisins, að þá má líta á það að Samfylkingin, sem er þá líka vinstramegin, að árangur hennar að fá 20% rúm og 15 þingmenn, í sjálfu sér er þetta ekki stór sigur. Þeir voru mikið stærri hér á fyrsta áratug þessar aldar. Þannig að þessi árangur að vera með 15 menn, þar að segja vinstrið, á þinginu, sem staðsti flokkurinn, sem er nú kannski minnsti, staðsti flokkurinn sem við höfum séð lengi á þingi. Þannig að þetta er engin sérstakur árangur og þetta er ekkert sérstakt ákall kjósanda eftir vinstri áherslum þó að þeir séu núna í stjórnarmyndunum viðra. En þú nefnir þetta með minnsta stærsta flokkin. Þetta eru 6 flokkar sem að sæta á þingi núna. Þeim fækkar 2, margir töldu að það veri nú kannski til bóta fyrir störf þingsins. En í ljósi þess að allir flokkarnir eru mjög veikir, allra veikastur auðvitað Framsóknarflokkurinn, að þá er engin augljós forist að þetta manni finnst þetta lykta af aðstæðum sem maður geti leitt af sér bara djúpstæða stjórnarkrepp. Já, það getur það og svona fyrirfram hefði það komið mér kannski talsvert á óvart ef þessi 3 flokkar sem nú í viðræðum næðu saman, ganga undir því heiti valkyrjurnar. Mér finnst nú gaman að líka því við norrænu góða fræðina því að þær skila nú týndum sálum til Valhallar í góðafræðinni, þannig að ég er nú bara að vona að það raungerist.
En ég held að þarna séum við, og það rétt, þetta flókin staða í stjórnarmyndunarviðræðum þrátt fyrir að þingið og kannski pólitíkin verði talsvert skýrari með 6 flokkum en ekki 8. Ég held að það sé jákvæð breyting. Ég held að það sé jákvætt fyrir þingstörfin þó að við munum kannski sjá einhver erfiðleika hér við myndun ríkisstjórnar af því að eins og Karl Gauti segir, þetta er ekki mjög stór stærsti flokkurinn, hann var auðvitað búinn að mælast líka miklu hærri undanfarna mánuði. En ef við horfum síðan á þessa stöðu, þetta fyrsta val, Kristrún fær kannski samkvæmt eðlugum prótokól stjórnarmyndunarumboðið, þetta stærsti flokkurinn, hún vinnur góðan sigur. Kristrún þrátt fyrir það og þrátt fyrir að hafa verið svona sem leiðandi aðili í allri kosningabaráttunni og langt í aðdraganda þess í þingstörfunum. Hennar valkostir eru ekki margir, það sé ekki augljósir valkostir. Á hún kannski bara eitt skot í byssunni sem þá þessi valkyrju samsetning? Ég hef nú búin að liggja svolítið yfir þessum úrslitum, þessum samsetningum og ég held að þú hafir hitt naglan á höfuðið þú segir þetta. Hún á eiginlega engan annan valkost en þennan. Þannig að hún mun reyna sitt ítrasta, held ég, til þess að láta þetta ganga upp. En ég vil bara benda á það að þetta getur orðið mjög dýr stjórn vegna þess að þessi flokkar í raun og veru fyrir skattgreiðendur, ef maður horfir þetta út frá sjónarhorni almennings, að þá þessi flokkar hver í sínu lagi mjög dýr fyrir skattgreiðendur, þeirra loforð. Ef við horfum til þess að flokk fólksins sem rándýr flokkur, ef þú ætlar að ganga að fullu eftir þeirra óskum, eins og þetta með 450.000 krónar, skatt- og skerðingarlausar, minnir að ég hafi séð að þetta kostaði ríkissjóð 360 eða 390 milljarða. Þannig að það nú ekki smá upphæð og hvað ætlar að taka það? Ríkissjóður rekið með halla nú þegar og vaxtagjöld helsti útgjaldaliðurinn orðinn. Þannig að ég veit ekki hvernig ætla að uppfylla þetta á loforð, hvernig þetta á að takast nema Inga gefi stórlega eftir, hvernig sem það verður nú. Og svo fyrir utan náttúrulega þetta með lífeyrissjóðina. En við sjáum náttúrulega til viðbótar við þetta að leiðu þessi flokkar fara að tala saman. Flokkar sem hafa lofað stórfelldum útgjöldum í kosningabaráttunni, hvort sem við lítum til að minnstakosti Samfylkingarinnar og Flokks fólksins, að þau fara að ræða saman á samt viðreisn að verðbólguvæntingar hækka. Það þurfti ekki meira til heldur en að svona flokkar sem hafa ekki talað fyrir ábyrgð nema þá bara í orði en ekki þegar þú skoðar og rýnir hvað þau hafa raunverulega verið að tala fyrir. Þú ert að vísa það bara í áhrifin á skuldabréfamarkaðinn? Já, við sjáum bara að fólk svona greinilega, það hríslast einhverja gagnvart því hvaða áhrif þetta mun hafa á vaxtalækkunarferlið sem var hafið. Það var að byrja að kalla eftir fundi fyrr hjá Seðlabanka og fólk var svona búast við því og vonast til þess að vextir myndu lækka hér hraðar heldur en kannski svona planið leit út fyrir að vera. Þær vonir fóru út gluggann leið og þær byrjuðu að ræða saman. En hver tilfinningin fyrir þessu? Þið þekkið þetta fólk af störfum í þinginu. Hafið trúið að þetta gangi saman? Er það rétt sem að haldið fram að Kristrún og Þorgerður hafi farið að stinga saman nefjum fyrir margt löngu í undirbúningi fyrir mögulega þetta stjórnarmynstur eða eitthvað svipað? Nú hef ég ekki verið á þinginu síðastliðin ár, ekki síðastliðin 3 ár og aldrei setið á þingi með Kristrúnu, en ég fletti nú svona upp heimasíðunni hjá Samfylkingunni í gær og það skar í augun að það var svona slagorðið var öflum tekna. Hvað þýðir það? Þetta þýðir það að þau ætla að fara í vasa skattgreiðenda og fyrirtæki í landinu og ná sér í fé til þess að koma á móts við þeirra drauma að útdeila fé til kjósenda sinni eða hópana sem þau að höfða til. Þannig ég held að það sé að sama með Samfylkingun og Flokk fólksins að þetta kallar á mikil og aukin ríkis útgjöld og það þarf að auðvitað afla tekna til þess. En Þorgerður Katrín að fara að kvitta upp á slíkt? Hvað var það viðreist, það var þetta öðru sér. Þeirra eina mál hefur eiginlega verið bara að leysa vandamáli með því að gangi í Evrópusambandið. En það leysir ekki þann bráðavanda sem við stöndum fram fyrir hér núna á Íslandi. Þetta verður ekki leyst í janúar eða febrúar að gangi í Evrópusambandið að taka upp evru. Þetta tekur fjöldamörg ár og jafnvel áratug. Þannig að þetta ekki að fara að leysa vandamáli og horfa til Evrópusambandsins að þessu sinni. Þorgerður Katrín satt hér hjá þér í aðdraganda kosninga og
og segir að hún ætli ekki að hækka skatta, var að reyna að tala sig og tala inn í kannski fólk sem borgaralega þengjandi. Margir hafa nú spurt hvað það þýðir. Það auðvitað bara svona að geta mynda ríkisstjórn á hægri væng stjórnmálanna. Björn Bjarnason hefur nú bara bent á það í sínu skrifum með sína yfirsýn að flokkar sem að hafa stjórnir sem eru myndaðar með sósíaldemókrata innanborðs geta ekki kallast borgaraleg. Það bara hugtækið hvernig sem að menn vilja síðan leika sér með það. Nákvæmlega, og það bara hárrétt en við sjáum og maður býst frekar við því að það verði bara mjög mikið gefið eftir á alla kanta til að koma þessari ríkisstjórn saman. Að Kristrún sjái engan annan valkost fyrir sig til að vera svona aðal manneskjan í ríkisstjórnarsamstarfinu og þá sjá hún þess það best að starfa með þessum tveimur flokkum. Inga mun gefa mikið eftir að ég til þess að láta þetta ganga og Viðreisn líklega líka. Mun það duga til? Já, ég myndi svona halda það þeim liggi það mikið á að komast í ríkisstjórn, að þetta sé bara þeirra fyrsta val og til svona meiri líkur en minni að þær ná að klára þetta. Það ekki gott fyrir landsmenn, það ekki gott fyrir skattgreiðendur, það ekki gott fyrir fyrirtæki í þessu landi og maður hefur... Þau halda öðru fram. Maður hefur auðvitað verulegar áhyggjur af því, já, þau halda öðru fram, en svo spurning hvernig að vinna og eitt að koma sér saman eitthvað sáttmála og gefa eitthvað eftir og fá eitthvað í gegnum stjórnarsáttmála. Síðan það auðvitað samstarfi sem þessu fylgir, sem þarf auðvitað að vera mjög gott og náið til þess að geta haldið ríkisstjórn. Ég leyfi mér nú að stórefast að þetta takist. Þetta mikill skafl framöndan hjá þeim. Og ef þau ætla bara að dýfa sér í gegnum hann, að þá lenda það náttúrulega vandræðan bara hinum megin. Þannig að þetta að leysa aragrúa af málum sem allir þessi flokkar hafa í bakbókanum. Það ákall eftir því frá kjósendum að það verði sýnt aðhald í ríkisfjármálunum og þessir flokkar ekki líklega til þess. Það þarf að draga saman ríkisútgjöldin. Það bara fyrsta og augljósasta verkið fyrir nýja ríkisstjórn. Og hvort að þessi flokkar séu að fara að gera það efast í stórlegum. En það ákall eftir því að hallinn verði lagaður og réttur af. Ætli Ragnar Þór ekki farin að mótmæla sinni eigin ríkisstjórn bara á 3. mánuði? Já, eitt af því sem rætt og bara gert opinskátt þó að Inga Sæland aftaki það með öllu að menn spyrja sig, flokkurinn stjórntækur? Þingflokkur Flokks fólksins sérstaklega samsettur, þetta fólk úr ólíkum áttum og þau hafa talað út á suður líka. Inga Sæland hefur dregið úr eða lýst því bara yfir að hún sé ekki á sömu skoðun og Ásthildur Lóa og Ragnar Þór í ákveðnum yfirlýsingum í garð Seðlabankans og annað í þeim dúr. Þú þekkir samstarfið úr þinginu. Þetta breytt samsetning á þingflokknum, en álítur þú Flokk fólksins stjórntækan? Myndir þú treysta til að sitja í stjórn með þeim? Þú nú reynsla Vinstri grænum og Framsókn. Já, það lítil staðfesta í hópnum á grundvelli einhverjar stefnu og hugmyndafræði. Og ég held að það sé alltaf ákveðin áskorun. Þegar þú ert að vinna með flokki eins og Vinstri grænum, þú veist nákvæmlega hvað finnst mál. Þú veist hvar þau eru og þú veist líka hvað var samið. Og annað síðan að hafa fólk og flokk sem einhvern veginn svona kannski aðeins með skoðanir eftir hvernig vindar blása hverju sinni, hafa lofað gríðarlegum kosningaloforðum sem mér fannst kannski ekki hafa verið greint nóg frá eða rætt í aðdraganda kosninga hvað mikið kostuðu og hvernig ætti að fjármagna. Glemdu þið kannski að svara þeim í kosningabaráttunni? Glemdu þið að bregðast við þessari sveiflu sem var á leiðinni til Ingu? Já, ég held að það bara allir einhver ábyrgð í þeim efnum og kannski þið líka og fjölmiðlar að ræða þessi stórkostlegu loforð sem skilaðum talsvert miklu fylgi. Það þýðir ekki að benda á mig, ég fór mjög gróðið yfir. Ég held að muni reyna á það að starfa með þeim. En hittir hann að mála í? Þau muni styðja ríkisstjórnina gegnum erfiða hluti þegar þau muni ekki geta staði við þau loforð sem þau komið fram með þessari kosningabaráttu. En varðandi Flokk fólksins og þá hættan sú, sýnist mér, að
ef þeir eru teknir í stjórnarsamstarf að Inga nú klók stjórnmálakona og það alltaf svo hægt að hún vakna í daginn með nýjar hugmyndir og mæti bara niður í þing með þær og allt verður vitlaust. Það nú stóra hættan. Þú vannst nú með henni, varst í þingflokki með henni. Ég tala svolítið af reynslu, sko. En svo varandi flokkinn að öðru leyti og þá sá ég það hjá Birni Bjarnasyni og það var eitthvað þáttur og RÚV, það sem að vera að ræða svona hvernig þessi flokkur rekinn og ég svona sem skattgreiðandi og núna þingmaður hefur auðvitað ágjörð því að stjórnmálaflokkar raunverulega reka sig ekki á lýðræðislegum grunni. Það kom þar fram að það ekki búið að halda landsfund í þessum flokki frá 2018 þegar ég var á þeim fundi. Það var einhver aukalandsfundur 2019 og þetta auðvitað algjörlega óboðlegt fyrir skattgreiðendur ef þetta reka stjórnmálaflokk sem þiggur 100 milljóna á kjörtímabili. Það sem að félagsmenn í flokknum geta ekki komið saman til þess að kjósa stjórn, fara yfir reikninga og samþykkja þá og hafa áhrif á stefnumálum. Sósíalistaflokkurinn að lána peninga inn í sjónvarpsstöðina, samstöðina, það bara að fara með þessa peninga sem mönnum sýnist. Já, ég veit ekki hvernig það ég bara sá að þetta var uppfyllun hjá Birni núna bara í gær eða fyrir dag. Þú ert ekki trúaður á að þessi stjórn verði mynduð. Hvert verður næsta skref? Ég svona síður trúaður á það. Hann ánægilegt fyrir landsmenn. Hann er ýmislegt sem ekki hefur gerst í stjórnmálum, þannig að ég svona ekki að spá því að þetta mun ekki takast, en ég á ekki vona því að það komist í gegnum hennar skafl. Ef við úrslit kosninganna væri alveg eðlilegt að það yrði aðeins reynt á eitthvað annað mynstur. En segjum að það takist ekki, þá skilar væntanlega Kristrún inn umboðinu. Það ekki nærtækast að Bjarni Benediktsson taki við umboðinu næst sem formaður næstasta flokksins? Það myndi maður halda með hvernig þetta fyrirkomulag hefur gengið fyrir sig og spurningum það hvort það sé hægt að koma þá saman ríkisstjórn frá miðju til hægri. Ég held að það sé kannski eðlilegt að umboðið fari næst til Þorgerðar Katrínar. Akkur er það? Hún náttúrulega líka, hún bara á miðju stjórnmálana, hún að innbyrða þarna kosningasigur líka og hún getur farið í raunverulega báðaráttir og hún hefur miklu meira val það hvernig ríkisstjórn hún myndar. Hún hefur nokkra kosti, ekki bara einn. Ja, fleiri en það kosti að mynda meira hluta þá með ykkur og Sjálfstæðisflokki? Til dæmis. En væntanlega einhverjir að skara með það að Sjálfstæðisflokkur Samfylking og Viðreisn geta unnið saman. Er það ekki útilokað munstur eftir það sem gekk á hér með svona ólíka flokka í stjórn síðustu 7 ár? Þessu verður nú Áslaug að svara, held ég. Það geti verulega reynt á mörguleyti, og verið kannski ekkert ósvipuð þeirri stjórn sem við erum að koma úr, sem væri ekki okkar fyrsta val. Okkar fyrsta val að mynda hér ríkisstjórn á þeim grunni að vinna á meiri árangri á grundvelli okkar stefnu. En það bara einn kostur í þeirri stöðu? Já, það virðist vera. Það Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur og Viðreisn? Já. Hvernig líst þér á það? Þið talið aldrei Framsóknarflokkinn, kemur hann hvergi til greina eða formaðurinn bara mjög reiður Nei, hann ef það bara fjögurra flokkar ríkisstjórn, ef fólk telur að 4 flokkar séu betri til að ná saman eða til að styrkja einhverja ríkisstjórn. Það einn 3 flokka möguleiki þar. Jú. Já, en þessi hugmynd sem að varpaði hérna fram frá hægri, eða frá miðju til hægri, hvernig hugnast þér það? Heldur að það sé eitthvað sem að Miðflokkurinn muni skoða opnum huga í vonum að það geti gengið upp? Á sjálfsögðu munum við íhuga það á sjálfsögðu og þetta svona kannski það sem að held ég að kjósendur séu að kalla eftir. Það að segja frá miðju til hægri, aðhaldi í ríkisfjármálum, vinna á ákveðnum aðkallandi málum eins og til dæmis orkumálunum, til dæmis útlendingamálunum verður maður að segja líka sko. Landamæramálunum, að það verið tekið það. Það hefur nú verið allt í skrúinu hjá núverandi stjórn eða fyrrverandi stjórn í þeim málum vegna samsetningarstjórnarinnar. Þannig að það myndi nú kannski vera hægt að færa það til betur vegar og við okkar kosningabarátta gekk miklu leyti út á það að við myndum vilja sjá hér varin landamæri, miklu frekar heldur en hefur verið. Við vorum auðvitað að ganga til kosninga vegna þess að samstarfsflokkar okkar ákváðu að afgreiða ekki fleiri mál varðaði
þá sem koma hér og sækjum hæli eða alþjóðlega vernd og við sáum það og höfum séð það og skýrt á tölum og þau frumvörp sem við þó höfum náð í gegn en tók of langan tíma hafa skipt sköpun í það að verja landamærin og að minnka aðsókn hingað til lands. En við vildum halda áfram og vitum það að þessi málaflokkur kvikur og nýja ríkisstjórnin verður að halda áfram að breyta þessari löggjöf. Þannig verk að vinna kors sem við lítum til nokkura sér íslenskar regla sem ennþá eftir, gagnvart brottvísunarúrræðum og lokuðum búsetuúrræðum sem skiptir máli gagnvart því að uppfylla líka Schengen-kröfur landamærin og geta styrkt þau og síðan meðal annars að afnema réttindi þeirra sem brjóta alvarlega af sér. Ég held að þessi 3 mál bíða nýrrar ríkisstjórnar, en ég sé ekki að þeir flokkar sem eru að ræða saman núna muni setja þessi mál í forgang eða þori að taka á þeim með nægilega öflugum hætti. Þetta er alveg rétt hjá Áslaugu, en ég nú kannski ekki sammála því að það sé eitthvað langt komið. Þetta verkefni alls ekki langt komið. Það gífurlega mikið verk óunnið, eins og hún kannski nefndi, en það sem þau gerðu þó, þetta voru algjör hænuskref, það í raun og veru núna alveg möguleiki á því, að óbreyttum lögum, að hingað komi hælisleitendur sem fá náð fyrir augum kærunefndarinnar, eins og gerist með Venezuela. Það ekki búið loka fyrir þakka til dæmis. Það vantar úrræði fyrir hælisleitendur sem búið að brottvísa og löggæsluyfirvöld eiga erfitt með að finna og lendi í sífelldum vandræðum með það. Þetta það líka laga. Menn eru líka að spila á kerfi varðandi fjölskyldusamningar eins og lögreglustjórinn Suðurnesjum hefur og bent á skömmu fyrir kosningar. Það augljóslega mikið verk að vinna og enginn að segja að við séum komin á nægilega góðan stað. Þess vegna vorum við að kjósa. En það má alveg ítreka samt það að þær breytingar sem fóru í gegn, þær skiptu miklu máli og minnkuðu verulega aðsóknina hérna. En það voru frumvörp meðal annars sem við komum með fyrst hér 2020 þegar ég var dómsmálaráðherra og enginn var tilbúinn að styðja. Það var mjög lítill vilji í þinginu til þess að klára þau mál af því að kannski upplifunin var ekki orðin svo að það sem við vorum að vara við myndi gerast. Leið og það gerist, þá breytist tónninn í flokkum, mörgum flokkum. Við erum bara mjög ánægðir með það, sjálfsögðu við í miðflokknum ánægðir með það. Þegar ég var á þinginu frá 2017 þá tölum við þessi mál stanslaust allan tíman og við erum auðvitað bara ánægðir með það að Sjálfstæðisflokkurinn sé komin inn á sömu braut í þessum málum og geti þá hugsanlega vunnið með okkur í þeim að færa þetta betri vegar. Eitt atriði sem að hlýtur og hnífurinn stendur í kúnni varðandi mögulegt stjórnarsamstarf Sjálfstæðisflokks, Miðflokks og Viðreisnar eru Evrópumálin. Hvernig ætlaði að leysa það ef að til þess kemur að menn þurfa að setjast niður? Þeir geti kannski sagt að þeir gefa það bara eftir en þeir gera það ekki svo auðvitað. Já, ég ekki að fara að starfa í ríkisstjórn sem að fara að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það eru engin rök sem hníga því að það sé mikilvægt fyrir Ísland, að það sé betra fyrir Ísland og það eru bara önnur aðkallandi verkefni og það kannski hægt að komast að einhverju svipuðu samkomulagi og var gert í stuttu ríkisstjórninni hérna 2016-17. En finnst þér ekki rétt bara að þjóðin fengi bara að kjósa þetta? Þjóðin segði álið sitt á því hvort að það ætti að halda þessu viðræðum áfram? Ja, sko, þessari spurningu alltaf svona hún alltaf einhvern veginn sett fram af fólki sem styður Evrópusambandið. Ja, nú eru sett fram af mér og ekki styð ég inngöngu Íslands í Evrópusambandið. Nei, það eru aðrir sem reyna að mála þetta upp með þeim efnum að við viljum ekki að þjóðin komi að þessari ákvörðun. Það er spurning höfum við ekki bara önnur verkefni? Jú, og það er nákvæmlega það sem ég var að segja, það er önnur brýnni verkefni. Það að leyfa þjóðin að kjósa þegar þú ert með ríkisstjórn sem vill ganga inn í Evrópusambandið, það er allt annað mál. Þú myndir ekki spyrja mig hvort ég myndi styðja atkvæðagreiðslu, hvort ég myndi kveikja í mínu eigin húsi, sko. Myndi ég leyfa fólki að koma þeirri ákvörðun, sko. Ég tel að það sé ekki best fyrir Ísland að ganga inn í Evrópusambandið. Þetta er ekki þitt hús, þetta er hús þjóðarinnar. Já. Og það verður að spyrja þjóðina, viltu kveikja í húsinu eða ekki? Og þá þarf þjóðin að kjósa hér flokka sem hún á vissuleyti gerði með Samfylkingunni og Viðreisn sem vilja ganga inn í Evrópusambandið. Og þá er rétt að þau láti reyna á þá þjóðaratkvæðagreiðslu. En það er blekkjandi fyrir kjósendur að fólk tali bara með þeim hætti að það ætla að leyfa þjóðin að kjósa það en skýri ekki afstöðu sína leið til Evrópusambandsins af því það er flokkana og fólksins sem þú kýst inn á þing sem ber ábyrgð á því að hafa á því skoðun og munu hafa á því skoðun þegar þjóðin gengur til kosninga. En þau hafa skoðun á því, ég meina Þorgerður Katrín og Kristrún eru alveg skýra með það að þær telja að hagsmunum Íslands sé betur borgið inn í Evrópusambandið. Já, svo voru ýmsir Viðreisnar þingmenn í framboðinu svona rétt fyrir kosningar farnir að draga úr þeirri afstöðu sinni. Við fengum nú víða já og nei spurningar í þessari kosningabaráttu í pallborðum og þá lyftuðu í sífellu
báðum spjöldunum til þess að halda í eitthvað fylgi sem fannst Evrópusambandið ekki skipta mestu máli af því að þau voru nú að reyna að byggust við ennþá betri kosningu. Þessi stjórn verður þá bara ekki að veruleika fyrst að þið eru svona þessum í þessu. Eigum ekki bara aðeins að bíða eftir að sjá hvað kemur út úr þessu, hvernig að tækla þetta varðandi Flokk fólksins, því að hann á móti þessu líka, þannig að við skulum sjá hvernig það tekst, hvort þær gef eftir eða ekki. Inga nú eiginlega búin að því nú þegar? Er hún búin að gefa eftir á? Já, mér finnst hún opna á það, gerði það strax á kosninganóttina? Ég tel bara, Stefán, ég tel bara núna það sé svo mörg aðkallandi verkefni, bæði í orkumálum og við ríkisfjármálum, að við förum ekki að fara að halda þjóðinni og stjórnvöldum öllum, stjórnkerfinu upptökum við það að fara að kynna hérna fyrir þjóðinni kosti og galla Evrópusambandsaðilar, Evrópa sem er raunverulega hnignandi í öllum hagtölum og fara að kynna þetta fyrir þjóðinni til að hún getur tekið ákvörðun, tekið kannski 1-2 ár og síðan að kjósa. Ég held að höfum bara miklu brýnni verkefni heldur en að fara að sinna þessu. En vandinn er bara að sjá að það verður ekki mynduð 3 flokka ríkisstjórn á Íslandi núna eftir kosningarnar. Öðru sinna að því komi flokkar sem eru mjög stórir í samhenginu sem að vilja einarðlega ganga inn í Evrópusambandið. Og ef þær sem núna eru í stjórnarmyndunarviðræðum komast að þeirri niðurstöðu að það er best að hafa hér þjóðaratkvæðagreiðslu og þær styðji hana meirihluta til í þessi ríkisstjórn. Þá verður það auðvitað líka mikið högg fyrir þá ríkisstjórn ef þjóðin fellir þann vilja þessar ríkisstjórnar. Við erum það bara líka hugsanlega að fara að horfa kannski á svipa ástand í samfélaginu eins og 2009-13 þegar allt gekk út á þetta og önnur brýnni verkefni voru sett til hliðar. Annað umdeilt mál sem að komst í hámæli núna í vikunni út af ákvörðun matvælaráðherra sem að reyndar líka forsætisráðherra, það eru hvalveiðarnar. Það stefnir í að það verði hvalir skotnir hér við hvert fótmál út á miðunum næsta sumar miðað við útgefið leyfi. Já, ráðherra var að klára þessa afgreiðslu á þessu máli sem fer bara eftir þeim lögum sem eru í gildi. Það gerði fyrir ráðherra ekki og það á ekki að vera mælikvarðin sem við miðum við. Hvalveiðar eru leyfðar á Íslandi og afgreiðsla á þessum málum er með lögbundum hætti á grundvelli þess hvernig við tryggjum sjálfbæra nýtingu, á grundvelli mats frá Hafrannsóknastofnun og skiptir bara miklu máli að stjórnsýslan gangi sinn vana gang. En hefði ekki verið rétt að bíða með og sjá hvað nýr meirihluti mögulegur í þinginu vill í þessu, jafnvel með lagasetningu gegn veiðum að þessu tagi? Það kemur þá bara að því að þau komu með slík lög. En það er þá væntanlega skaðabótaskylt og alls kyns vesen sem að fylgja því eftir að leyfið verið gefið út. Það er nú bótakrafa nú þegar á ríkinu vegna ákvörðunar Svandísar Svavarsdóttur og það er mikill skaði af því. Það er ekki í lagi að tefja svona afgreiðslu gegn þeim lögum sem er í gildi hverju sinni. Þannig að eina rétta niðurstaðan var að klára þessa afgreiðslu. Já, við getum kannski bara tekið. Ég tók nú kannski svolítið dæmi bara úr mínu lífi að ég var nú sýslumaður í Vestmannaeyjum og ef ég hefði verið í sumarfrí og einhver hefði verið sótt veitingaleyfi eða einhvers konar leyfið í Vestmannaeyjum á þenn tíma að þá hefði það sjálfsögðu komið í hlut þeirra sem voru á skrifstofunni að afgreiða það leyfi. Þannig að þetta er bara ákveðin afgreiðsla ef umsóknin uppfyllir öll lagaskilyrði þá er hún bara afgreidd. Þá getur verið að tefja það. Væntanlega sjá Vinstri grænir eftir því núna að hafa stokkið í fúsi út úr stjórninni því að þetta hefði ekki verið afgreitt með þessum hætti ef að Bjarkey Olsen hefði setið áfram sem matvælaráðherra? Trúlega ekki. Það er ólíklegt með hvernig hún hafði háttað þessum málum þangað til. Það er líka ábyrgðarhluti að ákveða að setja í starfsstjórn á meðan kosið er og ný ríkisstjórn mynduð. Maður ber ábyrgð á þeim málaflokkum sem maður sinnir sama hvernig manni líður tilfinningarlega gagnvart samstarfsfólki sínu eða öðru. Það er ábyrgðarhluti að setja í ríkisstjórn. En þú byrjaði að pakka niður? Já, ég byrjaði þess að pakka niður, svo ég ætti það ekki eftir ef þau mynda þarna ríkisstjórnina rétt fyrir jól eða eitthvað. Þú býður kannski aðeins með það, sko, við vitum ekki hvað gerist. Nei, við veit aldrei hvað gerist, en það er gott að taka til á skrifstofunni, það er nóg af drasli sem safnast þar upp þegar maður hefur verið þar í nokkur ár. En ég sá reyndar á samfélagsmiðlum að dómsmálaráðherrann, hún er bara hengið jólaskraut, hún ætlar að kveikja að fara. Það er gott að hafa kósí í kringum sig meðan við erum þarna. Já, það má líka. Kannski rétt í lokin bara að því að fólk er að reyna átt að sjá þessu. Nú er farið að styttast til jóla, annar sunnudagur í aðventu að handa við hornið. Eru einhverja líkur á að það sé hægt að mynda þessa stjórn hreinlega fyrir jól? Það er ekki fræðilega ómögulegt. Nei, það er vel hægt
og þau töluðu nú sumar svolítið digubarklega þetta myndi taka bara örfáa daga. Ég held að það skýrist kannski sérstaklega af reynsluleysi af því að hafa ekki komið áður að mótverðin ríkisstjórnar. Þorgerður hefur nú gert það. Þorgerður, já, enda talaði hún kannski ekki með þeim hætti að þetta tæki bara örfáa klukkutíma eða daga eins og látið var svona letur mig liggja með en ég held nú að það taki einfallega á að semja ýmsar málaflokka, skattahækkanir, stórfelld útgjaldaloforð. Þannig að ég ekki viss að þetta klárist fyrir jólin. Það verður að koma í ljós. Karl-Gauti, hefur þú trúið því að það ná að berja þetta saman? Það er ekki að negla niður vextina, það er ekki að negla þetta saman? Mér finnst þetta mikil bjartsýni að alla klára þetta á kannski viku eða tveimur. Miðað við svona, ef maður horfir á stefnumál flokkan og þeirra málflutning í kosningabaráttunni, þá teldi ég að þetta tæki nú einhverjar vikur. Það þarf auðvitað að setja svona ólíka flokka saman í sáttmála sem væntingar ætti að vera að myndi halda eitthvað, en ekki gera þetta bara 20 dögum. Svo má auðvitað óska sér að það verði ekki rauð jól og vona að þetta gangi ekki hjá þeim. Þú ert bara blá jól. Já, sjálfsögðu. En eitt í þessu sambandi sem er ekki komist hjá að nefna, ef að Sjálfstæðisflokkurinn lendir í minnihluta, sem margt bendir til að sé að gerast, eru þá pólitíski dagar Bjarna Benediktssonar taldir? Getur hann setið áfram eftir að hafa goldið sögulegt afhroð í kosningum? Er það hans að byggja flokkinn upp að nýju? Það þarf augljóslega að byggja flokkinn upp og það þarf að nýta tíman vel í stjórnarandstöðu til þess. Ég hef líkt þessu stundum við það að við erum með langt besta stýrikerfi en við höfum ekki uppfært það full lengi. Windows 95. Við erum svolítið að vinna í því og ef við uppfærum það ekki þá töpum við einfaldlega í samkeppninni og nú við áttum vök að verja skakvart öðrum flokkum sem skilgreindu sig hægra megin að þessu sinni. Er stýrikerfið vísun í formannin? Nei, það er bara vísun í flokkstarfið og bara við erum með öflugustu stefnuna og það er vísun í það að við erum með langt besta stýrikerfið en við þurfum að uppfæra það bara eins og fyrirtæki þurfa að halda yfir nýja tíma og það er stóra verkefnið held ég framundan hjá flokknum, hvernig við störfum, við hefum ótrúlega öflugt fólk út all land, við erum öfluga sveitarstjórnarstiginu, við erum með 14 manna þingflokk og öflugt starfslið, við erum með langbæstu stefnuna og mér finnst tækifærin alveg blasa við okkur. Þannig að síðan verður formaðurinn ákveða það, hvenær hann ætlar að láta gott heita og við skulum nú sjá hvernig þessar stjórnarmyndunum við erum að þróast og hvort að þetta gangi upp hjá þeim eða ekki. Það getur allt gerst, við vitum það í pólitíkinni. Værið þú reiðubúin til að taka við flokknum ef að svo ber undir? Ég hef alltaf verið tilbúin í stór verkefni og nýjar áskorunir en ég hef ekki tekið neina ákvörðun það hvort að það sé það sem býður mín. Karl-Gauti, rétt í lokin varðandi Miðflokkinn, maður er búinn að fylgjast með 2 manna þingflokki, þeir berjast á bæði borð, maður fékk stundum á tilfinningu þetta verið 20 manna þingflokkur. Hvernig verður þetta með 8 manns? Mér finnur þetta ekki fyrir því í þinginu, sko. Það er ekki bara innan þingsalvarins. Þetta er náttúrulega bara gjörbreyting á öllu starfi og úr 2 manna þingflokki 8 verður gjörbreyting og fullt af nýju fólki og ungu fólki og komnar nokkrar konur, þannig að þetta verður mikil breyting og allt land. Við fengum þingmenn í öllum kjördæmum og fleiri en einn á nokkrum stöðum og þannig að þetta verður gjörbreyting og ég hlakka bara mikið til að taka til starfa, hvort sem það verður í stjórnarandstöðu nú eða í stjórn, að þá hlakka ég til komandi þingvetrar. Ég óska ykkur góðs gengis í þessum verkefnum eins og öllum þjóðkjörnum fulltrúum okkar. Það skiptir miklu máli að okkur og ykkur öllum vegni vilji því. Óska ykkur sömuleiðis gleðilegra jóla. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir og Karl-Gauti Hjaltason. Takk fyrir komuna. Þá er ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Ég hlakka til að sjá ykkur hér að viku liðinni. Hver veit nema Valkyrjustjórnin verði komin á koppinn þá. Það kemur í ljós. Og hvort að ég nái skottið á einhverjum verðandi meirihluta þingmönnum. Það verður líka komið í ljós, en við höldum vaktinni áfram hér á MBL í Morgunblaðinu og á K100. Fylgist þið með.